Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanfarið að svona mest erum við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjalla það, hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veit ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búinn að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 29. ágúst? Ég búinn að taka ákvörðun hvað ég ætla að gera þá, Já. En svo veit ég ekkit hvað ég ger í framhaldinu, sko. Þannig að ég ætla að segja já, 29. ágúst, það alveg klart. Vegna þess að ég held við bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós. Já. En þeir sem ætla að segja nei eru líklega hlutið þeirra trúir því að það, ég meina, miðað við hvernig Evrópusambandið að það voru svona meira og minna ljóst hvað í boði. Einmitt. Og þess vegna segi ég bara nei, segi það. Já, og svo sumir segi, já, þetta bara vitlaust að vera að setja þetta mál á dagskrá núna, við höfum að vera einbeitt okkur á allt öðrum málum. Einmitt. Þess vegna segi ég nei. Já, einmitt. Sko, ég held að tímasetningin, jú, það má örugglega færa rök fyrir að þetta hefði verið betra einhvern tíman eða verði betra einhvern tíman, en það bara ekki, held ég, endalaust hægt að ýta þessari spurningu á undan sér. Ég held að þetta sé spurning sem við verðum að takast á við fyrr eða síðar, sko, og það bara, þú veist, bara varðar það hvers konar þjóðfélag við viljum reka hérna, og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega, ekkit rosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko. Ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þenkjandi og ég, þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í hvað varðar þarna þjóðamorðið á Gaza. Ég held að það hafi rosalega margir fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko. Maður vildi sjá einhvern veginn miklu meira koma þaðan, sem kom ekki. Þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér. En ég held bara, þú veist, hvort það gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða þess vegna bara stuðningur, þú veist, fyrir landbúnaðinn okkar hérna, þú veist, listalífið hérna. Ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel. Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp. Já. Hver munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess? Við erum í miklu virkara samtali við þessar nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Ráðherraráðinu og leiðtogaráðinu og sömulit á þinginu. Já, algjörlega, en líka bara hvað var að markaðinn til dæmis, bara innri markað Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingulitla hagkerfi hérna í Ballarhafi þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem ég held að þegar við erum hluti af þessu markaði þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hag sinn í því að leita hingað og það getur líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það getur bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi þar sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skilja þetta geti komið illa við þig. En það náttúrulega svona 50-50 eiginlega, þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar. Nei, það alveg rétt. Þannig þau taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum. Nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leyfa mér að halda að það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu hérna upp á síðkastið og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætlega hjá þeim og ég held að mjög margir hvers hagsmunum væri jafnvel mögulega og þetta er allt bara mögulega. Ég veit ekki svörin í neina átt en ég held að hagsmunum margra sem væri mögulega betur borgið í Evrópusambandinu held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki. Já, en það er stundum sagt til þess í sambandi öryggismál ríkja að þau eru alltaf númer 1 þannig að ríki fara aldrei gegn öryggishagsmunum sínum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar það
að missa raunverulega völd yfir því að bara gera þetta eins og við viljum. Já. Það sé bara of mikið. Það geta aldrei tekið það ákvörðun. Einmitt. Það er alltaf betra. Það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séum rakin í að gera mistök annarra. Já, en þetta samt líkta pínlítið að þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt, að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina, þetta er svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð sko séu ekki fullvalda ríki. Þau ráða sínum málum að langmestu leyti sjálf en vissulega er það innan einhvers ramma og hann er settur annar staðar en aftur, ég meina það er líka einhver rammi sem heitir EES sem við erum bundin af og þó að við erum miklar úrtöluraddir á sínum tíma þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að það er rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur. Stundum finnst maður reyndar í málflutningi hörðustu andstæðinga umsóknarinnar að þau séu að tala gegn EES. Já. Að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilheyrir EES. Einmitt. En þau ganga alla jafn ekki svo langt að segja það. En Snorri Másson gerði það í þinginu og var þau svona skammaður fyrir það. Já, hann var eiginlega gerður afturreka með það, sko. Þannig að, þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan ramma þess samnings, við þurfum ekki að bæta við og kannski er það rétt, en mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, skynsamlegri afstaða að kanna málið og þá er náttúrulega sagt, við erum ekki að því, við erum ekki að kanna málið, en ég meina það er alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vilja að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það er það ekki. Eru til sérlausnir, eru ekki til sérlausnir? Ég veit það ekki. Þú veist, það er ekki hægt að svara því nema að sko opna á það samtal. Já, það er hérna en varðandi fullveldið að þú segir að Frakkar og Spánverjar ráði í sínum málum, en það er ekki alveg þannig. Og þú sér það bara fyrir utan stofnanir þessar ríkja, þá er franski fáninn og Evrópufáninn saman. Já, algjörlega. Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í Evrópusambandinu. Já. Nei, og ég held að ég meina það er eitthvað til í því. Þannig að þetta er stór ákvörðun að því liti. Hún er það. Algjörlega, og ég er ekkit viss hvað ég myndi segja sko þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. En Frakkar, Spánverjar, Þjóðverjar, Svíar, þetta er allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessari reglíf heldur en ekki og ég samkvæmt því sem ég hef allavega lesið þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það er kannski efasemdir í upphafi en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður. En það á líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Noregi. Það er reyndar aðeins búið að aukast, ég held að það fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn. Já. En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%. Já, einmitt. Og þannig að það er sama hvað ákvörðu fólk tekur, eða þjóðir, að það er allir ánægð með sína ákvörðun nema Bretar. Nema Bretar. Já, einmitt. Og svo, ég meina, sko, Bretar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvítis vesen, ég meina, og það er ennþá mjög mikið vesen, en það er líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað er þetta risastór ákvörðun og ég er ekki að segja að það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi en það er ekki ómögulegt og við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali og þú veist, þegar ég er á ferðalagi í Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir, það sem er búið að flagga sko þjóðafánunum og Evrópufánunum hlið við hlið ég sko mér finnst þetta alltaf svolítið fallegt. Mér finnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhvers svona skilnings, einhvers svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara, styrir með allt ólíkar auðlindir, öðruvísi fólk, öðruvísi kúltúr en einhvern veginn sameinast undir þessari reglu og mér finnst þetta svona smá fallegt, satt að segja. Það er svona eitthvað svona Evrópuhugsjón sem að
var kannski meira áberandi á síðustu öld. Já. Það svona á undanförnum árum að þá finnst mér Evrópusambandið vera bara, það komið í svona hernaðarham, en hugsunin átti að vera svo að hún myndi leiða til friðar. Já, einmitt. Í frjálsum samskiptum fólks. Einmitt. En núna hjálpar að Úkraínustríðinu eru allir komnir í einhvern hernað. Það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja. Einmitt. Ekki almenning, þótt að sé einhvern neytendavendana, að þá eiginlega hugmyndin svo að auðvaldi fái bara heyrðið allt saman, en svo verður við varið með einhverjum reglugerðum til þess að verja neytendunar. Einmitt. Það ekki þannig eins og við vorum með allan orkufyrirtækinu voru í félagslegri eigu, og það var svona öryggi okkar. Einmitt. En eftir að við tengdumst Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka þessi fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverja milliliði sem að selja einhver rafmagn og aukast í bara einhverju fáránlegum óþarfa. Nei, algjörlega, og ég alveg sammála þessu. Þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stórkapitalíska rugl sem að þrífst líka hérna innan vébanda Evrópusambandsins. En sko, ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendaverndin sem við stundum þarna, ég held að hún skiptir svolítið miklu máli og við búum hvað sem eins og ég sagði. Við höfum fengið hann að gera með þess. Við höfum fengið hann að gera með þess, en við búum samt við svo mikið, sko, þetta smágangasystem sem er í gangi hérna á Íslandi, þú veist, tölunar eru allt í lagi, skilur, í Excel-skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti, en ég held bara venjulegt fólk, bara eins og, þú veist, ég og þú veist, okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölurnar sína og það er rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldeyrir sem við notum. Það er erfitt að vera fátækur í Íslandi. Það er mjög erfitt. Þegar matur er ódýrari og húsnæðiskostnaður er kannski aðeins lægri og maður getur kannski flutt sig aðeins til. Ég held að þú getur það valla í Íslandi. Það er alveg rétt og maður þekkir. Það er húsnæðisekla í Búðardal, sko. Ég meina, ég er í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þú veist, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæðu. Það er miklu auðveldara að vera fátækur víða í Evrópu. Berlínar og svo til Lissabon eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Það er að vera vinsalega báðar þessar. En nákvæmlega sem segi, það er mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldeyririnn, hann er ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það er rosalega erfitt. Það er rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko, þjónustunni og það eru vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem það er að borga fyrir það og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og baka aftur fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já kannski, en ég meina fyrir venjulegt fólk þá kannski getum við haft það pínlítið betra. En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að gera Íslands samfélag bærilegra? Ég ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs nokkur eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga, þannig ég byrjaði að segja svona á Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga. Og það var stærstu hluta fólk sem hafði flúið Ísland af efnahagslegum ástæðum eftir hrun. Já. Og það var eiginlega einkenni allra þessar samtala þegar við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að treysta manni. Já. Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í 3 mánuði, þá var allt í einu rannu fyrir mér ljós hvaða djöfusins basl það er að vera að búa á Íslandi. Það sem að maður bara alltaf að hamast og uppsker ánskottan ekki neitt. En Noregur er ekki Evrópusambandið. Nei, einmitt, algjörlega. Þeir kusu að hafa sitt samfélag mannvænlegra, barnvænlegra, auðveldra að vera með fjölskyldur, auðveldra að vera með, ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn og bara viðmótið það á Íslandi þarftu eiginlega að hlaupa á milli allra stofnana til þess að fá okkur aðstoð. Þú veit einhvern veginn rekur þetta allt saman sjálfur, en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara séð þetta. Já, bara séð þig. Ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita. Nei, Nei, ég meni, ég held að það sjálf, það er ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag, að fara í Evrópusambandið. En það er ein möguleg leið. Ég meina, þetta er búið að vera
við erum búin að gera hérna svona tilraun í verða í 80 ár og það basl, það getur verið bara böla basl að búa hérna, ég meina það yndislegt að búa hérna en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það og það mun ekkert lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal. Það ekki þannig að Evrópusambandið komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki, þeir segja það ekkert. Þeir meiri segja að þú væri ríkisstjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi. Það má vel vera að Evrópusambandið mæti og að þú setja að brjóta samkynslög. Og takk fyrir það. Já, þú setja að brjóta samkynslög. Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, þú veist, ég veit það ekki fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðu sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óíkjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þú veist, þetta ein leið sem væri mögulega fær til þess að bæta það sem við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf að tala þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna, sko, ég finn það ekki. Ég finn það ekki í butunni á mér, sko, mín laun hafa bara mín sem eru við lágmarkslaun, þau hafa bara staðið í stað svo árumskiptir, sko. En leiðu þú ferð út í búð og þá bætist bara alltaf við. Þá bætist bara alltaf við. Þannig að það er bara alltaf, já, ég menna það viku, sko. Kona mín segir, sko, þú opnar ekki dyrna fyrir minna en 15 áskall, sko. Þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til þess að laga það sem þarf að laga hér. En ég held að það séu möguleikar þarna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur. Og til dæmis, þú veist, ég er að hugsa þetta sérstaklega með bændur, sko. Þú veist að því það bara búið að gefa svolítið út einhverja flokkslínu þar þeir vilja alls ekki. Búnaðarþing, ég meina, ég hefast ekki að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda. Nei, ég held að það sé alveg rétt. En ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn. Bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúnað og hvernig dílum við landbúnað og landbúnaðarstefnan, ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, það mjög erfitt að vera bóndi hér, það engin nýliðun í sér stétt og hérna, sko ég gerði nú bara einhverja svona mjög skamma, einhverja mjög einfalda útreikninga og þeir leiddu það í ljós, þessi sko rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og þeim betur borgið Evrópusambandinu? Ég veit það ekki. En minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna, löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir, segja bara nei. Ég hef ekki eins og áhuga á að skoða þetta. Þú veist, þetta bara, maður bara hlýtur að vilja, ef mann býðst að gera eitthvað, þannig allavega hef ég lifað mínu lífi, þá bara kanna ég hvort ég betur settur að því loknu og ef að svarið nei, þá bara svarið nei. En ég heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur að rísa upp hárin á þeim að einhver listamaður 101 til þess að betur geta metið sko hagsmuni bænda heldur en búnaðarþing og milliþingarnefndin og allt það. En það til dæmis bara í hérna, og nú ég bara að haka eftir sem að ég las hjá konu sem var búin að stúdera þessa skýrslu og bara sérfræðingur í þessum málum. Og hún heiti Steinunn Halldórsdóttir og hún var bara að segja, það bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu, sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko manni virðist eins og að þetta hafi kannski bara ekki verið, sko, það var bara svolítið búið að fyrirfram að gefa sér niðurstöðuna. Og það bara það sem að, ég held, ef þú segir nei, þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna. Ef þú segir já, þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur, og svo ef mann líst ekki á það, það má vel vera að ég segi, ef það verður já núna, þá finnst mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei, sko, í kosningunni sem á eftir kemur. Það komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotnað niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks fylgi við flokka. Og það bara þeir sem styðja ríkisstjórnarflokkana þrjá
að þar er 85-15 og það er öfugt 85-15 í hinu. Stjórnarandstöðunni, já. Mér finnst það rosalega skrítið líka, sko. Já, þá er velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðanir. Einmitt. Ég held að við getum farið til Noregs og svona, þá eru systurflokkur Sjálfstæðisflokksins vill gangi í Evrópusambandið og þá eru bara einhverjum allt aðra línur í gangi. Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrítið einmitt, skoðandi þess að kannanir líka, sko, Sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá er þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsi og eitthvað svona, en ég menn, þetta er bara svona hefðbundin kapitalismi, eins og við þekkjum, og eins og þá er þetta samband, ég menna, er varðhundur þeirra stefna miklu leyti, hann mér finnst merkilegt að sjálfstæðismenn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talengu síðan, 10-15 árum síðan, og bara með hvernig svona sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi, þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta. Já, hvað er það þá sem að veldur því að ég held að ungi sósíalistar voru með fund og þá sagði borgarfulltrúið að það var ekki hægt að koma á sósíalisma inn í Evrópusambandinu. Einmitt. Og við heyrið alveg í málflutningi Sólveigar Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara kapilísku, bara dómkirkja kapitalismar. Já, já. En kapitalistarnar í Íslandi, þeir líta á þetta sem ég er að velta fyrir hvað veldur þessu, því það er eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvarðanir, sem er ekki alveg á yfirborðinu. Einmitt. Og að því að þú nefnir þessi svo bændur, já, að kannski greiningin á kerfinu og möguleikum okkar, þarna með 60 aðra breytagráðuna, líklega getum við haft sama system og Finnar og Svíar. Já. Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, þannig getum auk þess verið með styrki við viljum. Já. Að fólk getur hort á sömu blaðsíðuna, en svo tekur einn ákvörðun einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hinn segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið. Og þetta er það sem ég er eiginlega að fara hættur að skilja. Já. Að það er eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem er ekki alveg á yfirborðinu. Nei, þetta er eitthvað svona sjálfsmyndarmál, sko. Og það virðist En við kunnum ekki að tala um það. Nei, við kunnum ekki að tala um það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir. Þetta er rosalega þetta er bundið þessum flokkum og þú veist, það er oft verið að tala um hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar en það er samt, virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldir hana og treystir fórustunni og það er í sjálfu sér ótrúlega merkilegt. Og þú veist, í þessum silfur þætti hann daginn, það sem að Guðrún gekk svo á Ingu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera. Þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana. Henni er bara frjálst að segja það sem hún þarf ekkert að gefa það upp. Ég er alveg sammála því að sem formaður stjórnmálaafls þá sé það allt í lagi. En þarna var kannski svolítið Inga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklingar sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf. Þú sér þetta sami í verkefnishreyfingunni að ég nefndi Sólveigu Önnu sem var nú hérna í þættinum að hún er mjög einarða afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VR væru með allar skoðanir. Já, einmitt. Þannig að það er svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtogin eigi að gera. Já, einmitt. Það er einhvern veginn er ólíkt. Algjörlega. En þetta er óslega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko Sóla Janna og Halldór Benjamín eru saman í liði sko hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru einhvern veginn sammála þetta og við erum að sjá eitthvað nýtt þar. Þú veist, þar erum að sjá nýjar átakalínur sko. Kannski er þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja. Þetta er náttúrulega mjög mikið. Og það getur verið bara innbyggt inn í þín lífsafstöðu, hvort þú ert sko þjóðveldismegin eða ekki. Og ég held að því miður náttúrulega, þú veist, það er þjóðveldishyggja, hann hefur vaxið mjög fiskur hérna bara síðustu 5 ár í rauninni, 10 ár og ég held að mjög margir nei-sinnar eru hreinlega á svolítið svona
hvað maður segja, ekki fallegum forsendum á svona svolítið bara svona... svona... Þú veist ekki falleg. Ekki þegar hún hallar sér í átt að kynþáttahyggju. Þetta er sterkasta pólitíska aflið. Þetta setur mestan svip á stjórnmál bara á þessari öld. Já. Ég myndi fara alveg... Já, og síðustu öld, ef það væri farið. Já, í miðja síðustu öldina. En svona, þeir sem að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona, það heyrist ekkert mikið í þeim, sko. Það ég held að segja erfið að selja, sko, jákvæða hugmyndum og mér segja, jáararnir ekkert að því. Nei, það alveg rétt. Þeir ekkert að tala að heimuru verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir. En ég held að til dæmis í minni persónulega afstöðu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að, þú veist, ég sé alþjóða sinni og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann, sko, með fánana 2 hlið við hlið, blaktandi við þinghúsin í þessum Evrópuþjóðum. Mér finnst það anstíkilegt. Já, en mér finnst það svo fallegt af því að það samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt, getum við sagt. Og ég meina það enginn sem að, sko, þú veist, þetta eru sjálfstæða þjóðir með einn kúltúr og Evrópusambandið, mín, sko, persónulega reynsla af því, fyrir utan alltaf bara að vera ferðamaður þú veist, ég hef unnið rosalega mikið í menningargeiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt. Og þar, í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamerktir verkefnum af þessum toga, þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta, sko, alls konar þjóðar einkenni til dæmis. Þannig að þetta er svolítið eins og með bændurna. Þú veist, ég held að einhverju leyti, til dæmis, sko, ég held að íslenskan ég held að, sko, sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni, ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag. Ég alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum. Algjörlega. Sjóðverarnir og frakkarnir sem eru á þessu fundum, að þeir vilja, sko, henda einhverju í litlu kallana. Já, einmitt. Og þannig að þeir fá hlutfastlega alltaf meira litlu kallanir. Þannig ég held til dæmis við myndum miklu meira af þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi, það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað eða vera sýnilegar hér og þá fáum við að, þú veist, þýða það á íslenska tungu. Ég held að íslensk kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi, þú veist, það eiginlega bara, það ekki gott ástand þar, bara alls ekki, það bara að kóðna niður að miklu leyti. Við myndum fá aðgáka miklu dýrari sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það alltaf verið, þú veist, það einhvern veginn orðræðinni svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steypa alla í sama mót en það allavega að minni reynslu, það ekki þannig. Það bara, það verið að reyna að rækta þessar þjóðir, sko. Það svona tilneying það ekki alltaf þegar verið að úthluta að listin aðlaga sig að því. En það er engin list á Íslandi sem að fyrir á flug nema svo sem að Evrópusambandið. Þið verður allir konur á beit í Evrópusambandið ef ég á tala eins og neyjari. Ekki það eftir svona verð. Nei, en ég held að það sé bara einmitt. Hérna held ég aftur að þarna sé verið að skrúa upp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrókrata í Brussel. En það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessar þjóðir og vernda þær fyrir það sem við getum kallað neikvæð áhrif alþjóðakerfisins. Þú veist, þetta hef ég í þessu til dæmis hef ég rosalega miklu trú á Evrópusambandinu. Þú veist, ég held að á Bretlandseyjum, þú veist, það velska og keltneska og svona. Þetta eru sko hlutir sem þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál og síðustu aldamót, þú veist, það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á 2 málum. En núna þetta einhvern veginn, það miklu meiri vitund að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út og það meðvitund innan Evrópusambandsins það. Og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt, sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, þversagnakennd stofnun. Þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun, en hún og við mér meðvituð það að hún samt ríkja samband og að í einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó auðvitað leggi þau misjafnlega mikið til. En ert þú ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma frá falli Sovétríkjanna til hrunsins 2008?
Það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hins smá og eitthvað. Evrópusambandið meira og minna orðið sko efnahagslega við að vernda fyrirtækin eins og í svona engavæðingar áform þeirra og svo komin svona hernaðavæðing inn í Evrópu. Þannig að Evrópa ekkert af sérlega góður í stefnu. Og við sem neyjarar sumir, sérstaklega vinstramenn, nota líka að það bara hægt að benda á aðför gegn tjáningafrelsi. Að það fólk svipt bankakortinu sínu og fleira ef það þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu. Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma, en ég myndi nú halda, þú veist allavega eins og ég sé það. Ég bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður flokkar eins og allt önnur til frá Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi algjörlega. Þetta séu rosalega ætlar að fara inn í þann klúbb. Þetta eru mjög svona ég held að þetta er svona áhyggjur sem ég tengi svolítið mikið við. Þú veist, hvað gerist ef að þjóðernispopulismin í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastöður einmitt. Auðvitað skilja það sér inn í Evrópusambandið, en ég held að eins og staðan í dag þá held ég að Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum, af því að þrátt fyrir allt, sko, ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til hann aðan, en minn skilningur á Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti, sko, virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona, sem okkur fannst vera algjör grundvallarréttindi aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann, tjáningafrelsi og annars slíkt, trúfrelsi, svoleiðis hluti. Og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist, þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta, en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í ruslið þar, svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland. Þannig sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra 4 valdablokkir, þá sko hvað var þessi mál, tjáningafrelsið, þá myndi ég og bara svona almenn, hvað maður að segja, bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á, þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau, sko. Það er mest að séns að halda því áfram, þannig að bara að okkar fyrir því að við halda þau svokölluðu gildum, að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandinu. Já, þessi lýðræðislegu gildi, þessi bara svona hefðbundnu, sem við getum kallað evrópsku lýðræðislegu gildi, kannski eru þau á fallaldafæti, en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum. Þetta þegar þú ert að tala svona breyttan heim, breytta heimsmynd sem að sumriti má reykja til Trump, en eru breytingar sem eru kannski eldri en hann. Það er svona Bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík 2003 eða 2004. Já. Það er að verða þessar breytingar og þá segja sumir, eins og þú verðist vera að segja, að þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp og fara inn í Evrópusambandið. En maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu og þú, þangað til að kemur að niðurstöðu, hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög, með þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan þetta gengur yfir. Og það má vel vera að við neyðumst til að fara inn í Evrópusambandið á endanum, en það er ekki, svo stað er ekki komin upp núna að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira. Einmitt út af þessu ættum við, út af hvað allt er svona á hverjanda hveli, þá ættum við alls ekki að sækjum. Nei, einmitt. En þá myndi mitt svar við því væri, sko, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú. Þannig að markmiðið er að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni. Algjörlega. Þannig við erum að sækja Við erum að sækja algjörlega. Þú fengir ekki samningaviðræður nema að sækja Nei, nema að sækja algjörlega. En það er þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið, sem er að hafna þeim samningi. Það meiri segja þá valkostur að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem er leiðið til þess að samningur verður bara aldrei gerður. Já, nákvæmlega, algjörlega. Því það er engin stjórnmálamaður sem vil skrifa undir þann samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnaglegi slegin, og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli. Þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og sum að því ég í rauninni sammála, en mér finnst bara alltaf spurningin vera
þú veist að þetta allt loftkastalar, þú veist, þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir nei, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samningar að vera, en það ekki þannig, það eru sérlausnir. Og sjálfstæð Ísland líka fantasía. Nákvæmlega, fyrir utan það. Þetta fullveldi, já. Við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már. Nei, algjörlega. Þannig að ég held að sko, við hljótum bara að verða að sjá hvað í boði, eða hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum. Já, þú veist, mér finnst bara annað vera í rauninni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo... Þetta eru þessum að neyjararnir þóla síst að það er eins og þú ert að tala fyrir lýðræði. Það ættir auðvitað bara að vera einn valkostur og kjörselum að segja já. Af því að þú finnst bara þessi algjör misskilningur að segja nei. Það er bara, fólki fatti ekki hvað þetta snýst. Já, sko, af því að það er ekki neitt endanlegt. Þetta stöðu check í vissum skilningi. Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópuumræðina allavega 10 ár. Já, það rétt. Og getum þá einbytt okkur á okkar málum og ítt þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu. Já, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í boði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og auðvitað, ef að fólk vill alls ekki, þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki eins og hvað í því felst, sko. Jú, ég held að neyjararnir viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að hluti eðra sem segir að þó svo að við fengjum að halda fiskveiði lögsögunni sem ég held að sé þannig, ég held að sé enginn sem trúir því að Evrópusambandið takja á okkur fiskinn, sko. En það þið sá samningur... Og líka eins og þú segir, svoleiðis samningur alltaf aldrei lagður. Þá bara þið að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland. Já. Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vilt fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið lykillinn í því að fá kannski Noreg seinna inn með allar sínar olíuauðlindir og fleira. Þá held ég að þau margir í Evrópu til þess að teygja sig ansi langt til þess að fá Íslandinn. En það samt fólk sem segir jafnvel átt að við fengjum að halda auðlindunum að vil ég ekki fara í Evrópusambandið. Það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum á þessum kletti út í hafi. Já, einmitt. Og það bara afstaða sem ég virði alveg en ég ekkit endilega vissum að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi og og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag þá ekkit annað bandalag sem að mér finnst make a sense að við tökum þátt í, sko. En eitt í þessu að allir sem kringum okkur við getum snertum ekki Evrópusambandin einstæðar ef við gerum ráð fyrir því að Norður-Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland. Allar þessar þjóðir hafa ákveðið að vera fyrir utan. Noregur, Færeyjar, Bretar, Grænlendingar. Það bara eitthvað í þessu svæði. Já, en sko býtu nú bara, en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkert gengið í Evrópusambandi. Þeir kusu að vera fyrir utan það, sko. Já, það þannig? Já. Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki. Já, okay. Út frá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst. Já, einmitt. Að fá eiga sínar auðlindi sjálf. Já, einmitt. Eða kannski að þetta sé svona rá samfélög, að það sé ekki alveg full baka hvað að vera Færeyjar og við ætlum bara að fá að klára það og svo kannski seinna tökum við ákvörðum að fara inn en það bara verður fáránlegt að fylgja nógu slæmt að vera undir Kaupmannahöfn og það er ekki líka út í Brussel. Fyrst við að segja svoleiðis. Sko ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri, með bara sanngjarnari hætti sko þá held ég að sko minn hvati til þess að sýna Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko. Ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrgð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt. Við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims. Já, það nákvæmlega þannig. Við eigum ekki samfélagi, þeir eiga það. Þeir eiga það. Já, þetta svona afstaða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum í Evrópusambandið. Það eiginlega, sko ef maður ætti að súmmera í sem fæstum orðum mín afstöðu þá væri hún nokkurn veginn þessi.
En það sem að stjórnvöld ætlar ekki að höfuð áherslu á og byrja að tala sjávarútveginn til þess að verja hagsmuni Þorsteins Má og Guðmundar í Brím. Að við fáum að hafa sjávarútvegsstefnuna alveg eins og hún það forseta þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmuni þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt. Já, sko, ég kannski... Sem er hlynnt kvótakerfinu? Nei, hún er reyndar ekki hlynnt því einu sinni. Sko, ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona. Jú, ég held hún gágjutu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk. En sko, hvað varðar eignarhald og ég meina þetta hvernig þú veist útgerðarnar að selja sjálfur sér fiskinn. Hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp. Já, að það verði... Ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna, sko. Það sem að útgerðarnar að selja sjálfur sér, að selja vinnslánin sem í sömu eigu og svo framvegis til þess að hirða. Það gerir ekkert í því. Jú, ég ekki frá því. Það verður bannað að verða að fara í gegnum markað. Já, það verður að fara í gegnum markað. Svipaður í Noregi. Og það eins og ég meina, og það meikar sens, ég meina bara því að, ég meina aftur, þó það sé ekki að fullu í taktu, kannski mínar lífskoðanir almennt, Evrópusambandið vill sem mesta verðmyndun á hverju þrepi, af því þetta er bara svona hefðbundin kapitalísk stofnun. Já, hefur trú á hinu svo kallaða frjálsa markað. Já, en hefur líka, þú veist, aflar skatta, þú veist, það er einhvers konar eftirlegu, hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis er ekki hjá þessum hinum bandalögum, svona einu nemi, sko. Bandaríkjunum Rússlandi og Kína. Og ég meina, þú veist, það er alveg rétt sem að, hún segir, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíalistaflokknum sem í borgarstjórn? Já, Silja. Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það er alveg rétt sem hún segir, að maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíalismi í Evrópusambandinu, en Þegar ég seti hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki vinstra megin, að því að sósíalismin er sömuleyti svona alþjóðahyggja. Þannig var það alveg í gamla dag, fyrir Stalin. Já. En þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstrisinnaður og vilt berjast fyrir betri heimi, hvort er betra fyrir þið að reyna að gera þá tilraun að ná áhrifum á Ísland eitt og sér, eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðanabræðuðinum í Evrópu og ná breytingu þar? Mín skoðun er að það sé miklu vænlegra til árangus að ná til fleiri í gegnum stofnanir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, þar er bara massi, þannig þetta er bara svona gamaldags sósíalismi, sko, bara það sem að öðrugar allra landa saminist. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og verður með þínu skoðana systkinum inn í Evrópusambandinu. Þið náðu einhverjum sameiginlega breytingum inn í Evrópusambandinu og þau styðji hvort annað í að ná breytingum inn í þínu. Nákvæmlega. Þannig það sé bara gott fyrir íslenskar sósíalisma að verða svolítið alþjóða tengdari. Já, frekar en að vera undir hælnum á smágöngunum Ballarhafi, sko. En þú ert undir hælnum á stórauðvaldinu inn í Evrópusambandinu? Já, en vistu það, í rauninni, hvert sem að snýr sér, þá er maður alltaf undir hæl auðvaldsins. Það er nú bara þannig. Að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis ég held að stofnanirnar þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur en við búum við í okkar litla samfélagi hér. En er það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstóllinn, hann eiginlega er mest í því að verja hagsmuni stórfyrirtækjanna? Ögmundur Jónasson var einn daginn og hann sagði það að hann hafi viljað gera tilraun til þess að láta strætó ganga til Keflavíkur. En þá hafi Evrópusambandið stoppað það að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir. Einmitt. Sko, ef að þetta er svona
og þú veist, og þegar að En loksis... þú veist það ekki, þú getur gert samningin, svo bara eftir að fara fyrir dómstólinn og þá allt í einu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja þá allt í einu segir dómstólinn að þetta brýtur í gegn stoppsamþyktum Evrópusambandsins og verður fellandi burtu. Nefnitt. Sko, já, ég meina, mér finnst þetta bara vera svona þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta er áhyggjum mínar af því sem að ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalíst bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og og ég er ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis þá fengjum við þennan aðgága að þessum innri markaði og ég held að bara fyrir venjulegt fólk eins og ekki samt að, ég meina, jú, að innri markaðnum, það er rétt en að við getum gengið inn í þetta gjaldeyri samstarf og ég held að það myndi hjálpa venjulegu fólki eins og mér þér Smári alveg rosalega mikið að fá evruna og að fá sko hingað til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað á viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni. Því það er engin samkeppni hérna. Ég meina, þetta er bara algjört djók, þetta fjármálakerfi hérna. Þú þurftir vel ekkert að fá banka að þú gæti reynt að bara sækja lán í Danske Bank. Fyrir utan það. Ég meina, ég get þá bara kanna hvernig eru lánakjörin í Gríklandi. Hvort það splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í. Nákvæmlega. Og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði. Nei, nákvæmlega. Það er eiginlega engi dæmi það að einhver hafi tapað á því. Nei, nákvæmlega. Af því þú getur alltaf tekið húsið, sko. Þú getur ekki borgað, bara tekið húsið og sel Petri. Nákvæmlega. Þannig að ég held að það væri frekar einfalt fyrir banka að koma sér fyrir því. Einmitt, og eins og þú segir. Nefn að það er horfað að þetta er bara 400 mann og ég bara nennið ekki. Það er náttúrulega það gæti verið. En ég meina eins og þú segir, þeir þurfi ekki eins og opna útibú, sko, þú veist. Ég meina ég get bara hringt í bankan í... Hvað er það þú er farið í útibú bankaðis? Já, fyrir utan það. Ég er bara aldrei erindi í útibú. Nei, en það er eiginlega engin útibú eftir, hvort sem er. En þannig að þú veist, ég held að þetta og hérna, þú veist, og hérna er maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna er ég bara að tala bara, þú veist, mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko. Herðu, það verður kosið og viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 pluss til þess að geta unnið. Af því að það sé meiri hvati hjá neyinu til að mæta kjörstað. Þessu svona ákafari. Þetta sé meira, það sé stærri hópur þar sem að lítur á það sem sitt hjartasmál. Hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að gangin í Evrópusambandið, hann er ekki til að stór, sko. Nei, ég meina þú heyrir það bara þessi spjall okkar. Þú veist, ég er ekkit ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu millistígi sem við erum á núna. Og fulltrúi kannski. Ég er fulltrúi kannskisins, nákvæmlega. Og þannig það er alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei sterk afstaða og já eða nei. Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski. Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara jáið er ekkit búið að vera neitt rosalega, þú veist, þeir eru ekki að keyra mikið að auglýsingum, allavega ekki þannig að ég sjá en þú veist, núna ég kveik ekki útvarpuna á þess að heyra einhverjar auglýsingar, sko, það er eitthvað svona ungt fólk sem er að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins. Þannig að það er greinilega meiri vikt og þá bara peningar megin og ég er nú bara þannig innréttaður, sko, ef það er einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verð ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. Þannig það er kannski hluta því hvers vegna ég leiti í jáðið núna, er bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skilurðu. Þannig að og hagsmunir þínir og peningaflanna fara ekki saman. Þeir fara ekki saman. Þannig að það er einrökin sem ég vinn með. Þó er ég að spá. Ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessar kannanir yrðu mikið til að sýna... Af því þetta er ekki afstæðum hvort þetta já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta yrðu kannski 60-65, sko, einhvern veginn. Kannanir eru ekki að sýna það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla
hræðslu áróður hafi svona svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hvað maður ekki bara spáa jái merji þetta 53% en auðvitað það vont líka það ekki gott fyrir svona kosningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það engin skuldbinding sem felst í þetta var afstaða Kristrúnar fyrir 2 árum að við ættum ekki að fara í þessa leiðangur nema það væri svona svolítið góður meirihluti en núna það síðast þegar það sótt að þá held ég að ASÍ hafi verið fylgjandi nú bara verkfallshreyfingin klofin í þessu allur, meira og minna allur fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgartúni vill segja nei þannig að það ekki þetta sömuleyti sérstök staða ég held að það hafi verið þannig í Noregi að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafið að segja en núna verið til að fáir vera þar og svo það líka þannig í pólitík að það sem ráðið úrslitum í kosningum eiginlega óttinn að ég ætla að bjarga þið frá einhverju bjarga þið frá útlendingum, ég ætla að bjarga þið frá verðbólgunni, ég ætla að bjarga þið frá hinu og þessu það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að vilja að við ætlum að fara þangað við ætlum að búa til þessa glæsilegu borg á hólnum það eiginlega enginn sem að selja okkur það þannig að sá sem að bara það annars verið að fara allt í fjanda setna við göngum í Evrópusambandið eða það fari allt í fjanda sem við göngum ekki Evrópusambandið. Þannig það báðir eiginlega með neikvæða. Einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og sem bara sést í því að ég held mikið af ungu fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk þá er ég bara að tala fólk undir 40 sem bara hefur engan... Eins og þú lendir oft í að vera hér talaðu sem ungar mann. Það verður bara miðaldra. En ég held að það nákvæmlega þessi ótti eða þessi neikvæði formerki sem öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi Þannig að á 20. öldinni þá var að það voru stórar hugmyndir og við ætluðum út í game mitt og byggja þessar stóru flóti borgir og við höfum þetta ekki. Ég meina hér, þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið, þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman og ég ætla að segja það, þráttur að hann sé ekki, hann nú alls ekki vinsæll meðal neymanna, en við höfum átt eitt svona stjórnmálamann á þessari öld sem hefur sem er að horfa til langt fram í tíman og með djarfar hugmyndir og það Dagur B. Eggertsson. Það sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem ekki fastur bara alltaf í því sem að gæti drepið okkur næstu 2 ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég væri rosalega til að sjá bara meira af því í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og eitthvað metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala þetta, kannski það hluti af því sem að kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leyti vegna þess að það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegir sig einhvern veginn, út öldin. En þegar ég heyri þetta, ég kannast því alveg við þetta svona 1997, en bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandið verið eins og þeir eru að selja okkur ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara ég meina að Evrópusambandið algjörlega dott í það að ætla að venda okkur fyrir ykkur þau verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þannig þið verðið bara að velja ykkur lið ég heyri þetta ekki ég skil alveg að þessi umræða til en ég þekki hana ala bara í gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis fyrir mér Evrópusambandið fyrir mér bara því í starri þeim bransa fyrir mér þetta kista fjármagns til menningamála þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit veikst það öll prógramin sem þegar ég byrjaði fyrst að pæla í þessu öll prógram sem hann verið að keyra fyrir 20 árum síðan það ennþá verið að keyra þetta ennþá í gangi það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar það ennþá bara sömu forsendur og ég menn alltaf tala að það sé alltaf einhvern veginn á fallanda fæti efnahagslega í Evrópu ég menn þetta alltaf bara
rugl, sko. Ég meina, þetta bara ekki satt. Þetta ósatt. En Evrópa segir það sjálfan sig eins og Draghi-skýrslan. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hlutir sem er búnir til í Bandaríkjunum og framleitir í Kína en regluvættir í Evrópu. Það er leina sem leggja til. Já. Þú kannast við þetta? Jú, ég kannast við þessa. Evrópa sé einhvers staðar hafið farið einhverja ranga leið sem að veldur því að svona köld náhönd lagði við samfélagið. Já, en þetta sé ekki svæði þar sem eitthvað nýtt verður til. Nei, en aðtuga að meira segja í þessari orðræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleyslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu, þá er samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leyfa svona bara eitthvað taumlaust rugl, við ætlum að hér ætlum við ekki við ætlum ekki að leyfa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með iðnað sem er bara verið að framleiða endalaust af drasli, það sem er bara með einhverja mannlega róbóta að framleiða endalaust af drasli. Þannig að þó að það er að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargansbúning, en það er einhvers konar manngæska, má segja, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi gildi ekki alveg fullkomin uppgjörg Nei, ég meina það er kannski sem er í Bandaríkjunum. Nei, sem er í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að ég meina þetta er það ekki fullkomin, en ég held að þess að segja, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkert borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo við hvar annar staðar. Gætu verið endurreist ef það verður pólitísk sveifla í Evrópu. Já. Svo í skárri áttina. Í skárri áttina, já, nákvæmlega. Herðu, en ef það kemur nei, verður fyrir miklum vonbrigðum? Nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrigðum. Þú getur lifað við það? Ég get alveg lifað við það og þá er bara... Þannig er það ég meina það er bara þannig og þá er það bara frá og þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk til þess að verða þá bara, setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilyrði hér og koma, útdeila okkar, hvað maður segja, bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti, sanngjörnustum hætti. En nei, fólkið, allavega stjórnmálaflokkarnir, þeir eru ekki líklegir til þess, því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið. Já. Þannig að það er ekki viljið til þess að breyta Íslandi þar. Nei, ekki þar. En þá þarf það hinir jáararnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu. Já. Þá þarf að sumir myndu vilja segja nei bara út af því. Við vil bara fá inn í íslenska pólitík einhverja raunverulega breytingar á samfélaginu. Algjörlega, og maður heyri það frá, ég meina mikið af svona þeim sem eru kannski tengdir til dæmis sósíalistaflokknum, tala svolítið á þeim nótum, það er nú hægt að breyta þessu öllu innanfrá og ég bara vona þá að það verði ef það er sagt nei, en ég er búin að vera rúm 40 ár og þetta er allt verið á svolítið einn veg þannig að ég er alveg til í að prófa eitthvað nýtt. Og þessi nýfrjálsríkjuvæðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu, hún hefur mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í öðrum löndum. Já, það held ég að sé alveg klárt. Þetta voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar á 10. áratugnum og upp úr aldamótum, Og eiginlega festar í sessi eftir hrun. Það voru vinstristjórnin endurist eiginlega bara samfélagið sem að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur byggu til. Já, algjörlega, einmitt. Herðu, gaman að fá þig hingað, Atli, að tala Evrópusambandið. Þegar þú þvælist bæinn, er fólk að tala við Evrópusambandið? Nei, ekki mikið. Ég er búin að vera ég er nú búin að vera alveg svolítið erlendis og bara svona ákveður flakja þessum landið, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta hefur ekki mikið verið rætt. Ég held að, bara eins og við örugglega mörg, ég lifi svolítið í búblu, allir í kringum mig ætla að segja já. Ég sé þetta bara á Facebook, og oft sé þetta með þess að bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég er ekkert einu svona að fylgja. En ef þetta er þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lesið á Facebook og ég held að bara enginn muni kjósa já af því að það er allir sem ég hittir sem segja nei.
að þá fer þetta að minna á hvað veldur því, hvernig fólk tekur ákvörðuna, þá fer þetta að minna á svona menningarstríðs pólitík. Já, en það er einmitt, bara eins og við vorum að tala, ég meina þetta er að verða þannig mál, þetta er einhvern veginn, fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur, hvað ætlar, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðernishyggjuna sem er náttúrulega menningarstríðsmál. Ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það er eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það er bara miðla umhverfið, spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og ég meina, ég veit alveg að þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook-draugin en það eru samt einhverjar þú veist, það hafa verið einhverja væringar í þá átt og það er verið að sekta þessi fyrirtæki stórfé sko fyrir það að vera að reyna ganga á athygli ungmenna og slíkt. Ég meina, þú sér þetta hvergi annars staðar. Það er einhver dottið í huga það skiptir ykkur máli þó að við gerum það á litla Íslandi sko. Það hefur engan slagkraft. Herru, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að sitja áfram með rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem er alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.